Í dag Pálshús sem stendur við strandgötu í Ólafsfirði orðið glæsilegt safn. Áratugum saman var það verslun. En það var byggt fyrir 1900 og það voru hjónin Páll Bergsson og Svanhildur Jörundsdóttir sem það gerðu og ráku þar verslun. Þar stofnuðu þau fjölskyldu sína og eignuðust öll sín börn sem mörg urðu nafnkunnug. Síður fluttu þau út í Hrísey, þar sem faðir Svanhildar, Hákarla Jörundur, hafði reist hús sem í dag safn undir sögu Hákarla Jörundar. En ég kíkti í Pálshús og forvitnaðist starfsemi þess. Við erum stödd hérna í Pálshúsi, Ólafsfirði, og þetta Pálshús eitt af elstu húsum Ólafsfjarðar. Það var Höfnisverslunni sem byggði fyrsta hluta þessa hús. Þetta byggt í mörgum hlutum. Það var hérna 1892 sem þeir byrjuðu. 1896 kemur Páll Bergsson og Svanhildur Jörundsdóttir kona hans og þau kaupa þetta og byggja svo við hérna. 1912 aðal húsið byggt og þau búa hér til 1916 að mig minni hér í Ólafsfirði og flytja á til hins hér. Og þá kaupi bróðir Árni Bergsson þetta. Þess vegna, hann býr hér í 30 ára Árni og þess vegna eru margir Ólafsfirðingar og þetta var eiginlega kalla Árnahús hér á tímabili. Þegar Árni flyttur þá kaupir Ásgeir Frímanns þetta og hans kona og búa hér til 1973 og eftir það hér rekin verslun. Það var Páll rak hérna verslun í þessu húsi og mikla útgerð hér á Ólafsfirði. Var mjög atkvæðamikill og þegar ég man nú ekki alveg hvenær var stofnuð hér byggingavöruverslun, allir það ekki verið í kringu 1960 sem Valberg, eða upp úr því sem Valberg byrjar hér á byggingavöruverslun og rekur hann alveg til 2015 eða 16 þegar Fjallasali sem sjálfseignarstofnun kaupir húsið. Og þá byrjum við að endurbyggja hér húsið nánast frá grunni, má segja. Árið 2015 þá kaupa Hollvinir Pálshús og Fjallabyggð í sameiningu og stofna sjálfseignarstofnun þetta hús. Og þá byrja framkvæmdir hérna sem var staðið alveg sleitulaust í nánast 7 ár. Við byrjum hérna á móttökunni og í vörugeymslunni, þar sem við, hvað getum við sagt, poppuðum upp fuglasafn Ólafsfjarðar og sem nú heitir Flugþrá mannsins og til sýningar hér í vörugeymslunni. Sú sýning var opnuð 2017. 2019 opnuðum við svo Ólafsfjarðar vatn sem mjög merkilegt vatn og á minjaskrá UNESCO. Og sú sýning staðsett í vörugeymslunni gömlu líka sem var byggð 1950. Nú hér húsið á neðri hæðinni móttaka og sýningarsalur þar sem við erum með 3 sýningar á sumri. Þar sem við fáum þekkta listamenn til að koma og sýna. Nú, efri hæðin var tekin í notkun árið 2020 eftir mjög gagngerar endurbætur. Hér var allt í drasli þegar við tókum við, en okkur hefur tekist að gera þetta svona þokkalega að ég tel. Hér svokölluð Ólafsfjarðarstofa. Ólafsfjarðarstofu, eins og við köllum hana, sem segir frá myndun þorps í Ólafsfjarðarhorni í kringu 1900 og reynda svona fanga það andrúmsloft sem þá var. Sína ásamt hér náttúrulega fleira til sýnis, meðal annars eru hér skipalíkon sem sýnir svona þróun útgerðar, sagt frá ýmsu því sem hefur verið hér á Ólafsfirði á þessum tíma og fram í að hluta til fram á okkar tíma svona ýmsir þættir. Hérna svona betri stofa sem við erum að reyna að fanga það andrúmsloft sem var í kringu 1900 og kannski upp úr því aðeins. Við teljum að þetta hefur verið svona svipað og var hjá Páli og Svanhildi. Reynum allavega að ná því sem best.
Nú hér erum við stödd í herbergi það sem farið í veður Ólafsfjarðar í svona veðurannál hér á veggjunum og meðal annars má sjá hérna fréttabréf Rótari sem að Rótari hefur skrifað alveg frá 1955 vikulega og segir mikið frá veðrinu. Þannig að það er gaman að fletta í þeim bréfum og eins að lesa hér veðurannálinn sem að hér á veggjum. Okay. Hér erum við stödd í eldhúsinu í Pálshúsi og það er svo kannski merkilegast við það að hér mátti sjá alveg út á sjóinn, lengst út fjörðinn og hér stóð móðurinn og horfði út gluggann og horfði á bátana berjast í briminu við að koma að landi. Nú hér erum við stödd í íþróttaherbergi, þar sem að má sjá ýmsa verðlaunagripi, gömul skíði og yfirlit yfir Evrópuleiki Leiftus sem að urðu nokkuð margir á þeirra tíma mælikvarða. Já, nú erum við búin að skoða eitthvað sýningunni eða svona aðeins að fara yfir þetta og það er kannski gaman að segja frá því að þegar við tókum við 2015 þá var húsið allavega neðri hæðinni í mjög slæmu ástandi. Við höfum tekið algjörlega í gegn, við höfum skipt klæðningu utan og við höfum endurbætt mikið innan og allt þetta, eða nánast allt gert í sjálfboðinu. Og það er kannski bara að segja það að við Rauður og Blár, eins og við kallaðir, ég og Björn Þór Ólafsson, við höfum verið svona drifkrafturinn og aðalmennirnir í þessu, en fengið aðstoð margra. Og kannski rétt að geta þess að hönnuðir að þessum sýningum sem hér eru þeir Þórarinn Blöndal og Finnur Arnór Arnarsson, þekktir safnamenn, og þeim hefur tekist alveg svakalega vel upp í hönnuninni. Svo ég tala um okkur að endurgera þetta. Það er þess að slá, en við höfum líka fengið hjálp frá mörgum aðilum og fyrirtæki hérna í bænum hafa verið mjög lipur við að gefa okkur afslátt af vinnu ef við höfum þurft að leita til þeirra. Og við höfum fengið styrki víða að. Það má kannski fyrst telja fjárlaganefnd Alþingis sem er mjög rausnarlegt við okkur, Fjallabyggð og sóknaráætlun Norðurlands eystra, SSNE, sem hefur styrkt okkur í þessu. Þetta er svona aðalatriðin svo við fengið frá einstaklingum og fyrirtækjum styrki. Það allt þetta hefur hjálpað til